Hefur ekki að byrja bara? Jú, gerum Byrjum það. bara. Já, ok. Byrjum, þú ert nýkomin frá Afríku, við erum að tala um ferðalög, við erum að tala um Cape Town, höldum bara áfram. Ok. Hvað segirðu, hvað varstu? Og að halda bara áfram í flæðinu. Já, ég held það. Já, ég er náttúrulega bara að byrja að bladra leið og ég labba hérna inn. En já, við vorum að koma frá Afríku og við vorum að ræða Cape Town sem ég var bara gjörsamlega ástfangin af þessari borg og einmitt að vera, þú veist, einmitt, maður fær svo mikið fyrir peningin og svo mikið gæði og þetta er svo flott. En mér varst það áhugavert að, þú veist, við ætlum að fara að versla eins og í molli og eitthvað svona, því það voru bara fín mollarna og eitthvað. Það var allt alveg rándýrt. Þú veist, eins og skoða ykkur Nike-skó og eitthvað svona sem, þú veist, kannski kosta 30 skallina heima. Þeir voru bara dýrari að núti, sko. Mér finnst það ótrúlega merkilegt, svona eins og merkjavara og eitthvað. Ég rosa oft séð þetta, sko, að leiður komin inn í moll. Já. Þá breytist allt. Ótrúlega sérstætt. Því svo kannski farið bara okkur fína veitingastað og fengi bara geðveika 3 rétta máltíð með drykkjum og allt, þú veist, fyrir 7.000 kall fyrir okkur bæði. Eitthvað sem hefði kostað sko 40-50.000 á veitingastaði Reykjavík, skilurðu. En svo ef þú ætlar að kaupa þér, þú veist, stuttbuxur eða eitthvað, eins og ég fór í Söru, bara, þú veist, alþjóðleg búð, þá var bara dýrara en að fara í Söru í Smáralindinni, sko. Húsla skrítið. Já, nákvæmlega. Hvað var það við, því mér er svo gaman að ég mitt sá það á Instagraminu þegar þið voru komið til Cape Town. Ég sá hvað þið voru að fyllt. Já, einmitt. Og mér er svo gaman að því ég kom þarna fyrst 2023. Já. Og það er alveg nokkri búin að fara til Cape Town bara út af mér eiginlega. Já, það. Já, einmitt. Og ég er svo gaman að því, þú veist, hvað var það sem að, því ég er með nákvæmlega sem tilfinning. Fyrsta skipti sem ég komið þá, ég segi bara, ég geti búið hérna. Fyndið. Þetta er eitthvað, þú veist, ég veit ekki, ég veit alveg, það, þú veist, náttúrulega umhverfið þarna er, þú veist, stórbrótið. Það er magnað að vera þarna og þú horfir einhvern veginn á Table Mountain og Lions Head og þú ert bara svona, þú veist, þú ert við sjóin en þú ert samt umkringdur fjöllum. Þú veist, hversu mikil draumur, þú veist, það hafa einhvern veginn bæði hafið og orkuna sem kemur frá hafinu, en svo ertu líka með orkuna sem kemur frá fjöllunum einhvern veginn á bakveg. Þú veist, ég held að það sé, þú veist, það einhvern veginn greip mig strax, sko. Þetta flottasta borgarstæði, held ég, sem ég hef séð, sko. Ég sammála, nákvæmlega. Þetta er bara, og ég hugsaði bara eitthvað svona, þú veist, að ég er alltaf eitthvað að hanga á Esjunu og eitthvað svona, og ég hugsaði bara, pælt í því að maður geti búið hérna, vera, og Lions Head væri bara bæjarfjallimanns og Table Mountain og eitthvað svona, þetta er bara... Svo alltaf gott veður. Já, einmitt, alltaf gott veður, en samt svo passlegt veður, þú veist, að því það var engin raki og alveg svona smá einhvern veginn gola frá hafinu, þú veist, þetta var bara svona, mann leið alltaf vel, þú veist, það var geðveikt að fór að hlaupa til dæmis, þú veist, af því að oft þegar maður er í svona heitum löndum og þá er, þú veist, það var erfitt að hlaupa af því það er bara mikill raki of heitt, það var ekki þannig þarna, þú veist, bara geggja að vera út að hreyfa sig, einmitt, sjórinn var ískaldur, ógeðslega fínt. Já, bara Atlantshafið, einmitt, þannig bara, þú veist, þetta var bara eins og sjórinn hérna á Íslandi, sko, sem er samt næs, af því að, þú veist, ég man við löbbuðum einhvern tímann við ströndina og við sáum, það var áður en við fórum í sjóinn, sko, og við sáum svona gusubíl, þú veist, og ég var bara eitthvað, þetta er algjörlega galið, þú veist, hver fyrir gusu í Afríku, þú veist, þá 30 stigi hiti úti eitthvað, en svo, þú veist, fór ég að tala við fólki sem var með gusuvagn og þau voru bara, já, sjórinn er alltaf kaldur, og ég var einhvern veginn bara ekki búin að fatta, en svo þegar maður fór og dýði tánum hún í sjóinn, hann er ískaldur, sko. Ískaldur, ég sko, kærustunum minn finnst svo gaman að surfa, ég er ekki mikið í því, og ég fór hérna tvisvar með henni mitt og ég, til að vera voða harður, þá fór ég ekki í svona vettsút, sko. Já. Og maður endist í svona 20 mínútur kannski, Já, einmitt, þú séð eftir því. Ískaldur, sko. Það er rosalegt, sko. Það er svakalegt. Og surfar hann þarna, þú veist, í þessum kalda sjóa. Bara, já, en þá ert í vettsút, sko. Já, akkurat. En samt, mér finnst það samt einhvern veginn. Því sjórinn er svo miklu meira skeri þegar hann er svona kaldur, finnst mér. Já, hann er þá, og líka bara Atlantshafið er alveg bara öldurnar og allt saman, sko. Nákvæmlega. En nei, það sem er líka svo geggjað, flökkuðu þið eitthvað Eða? Já, aðeins, við gerðum það alveg og fórum annað til Stellenbosch í Vínhéruðin og eitthvað svona, og tókum alveg, þú veist, eitthvað dagstúra þar sem við fórum og skoðum Cape of Good Hope og eitthvað svona, eitthvað staðið hann í kring. Því að það er líka svo bara öll þorpin og náttúran og þetta er svo sturla svæði. Já, akkurat, þetta er alveg geggjað svæði. Þetta er bara, og einmitt góðum matur, þú veist, ódýrt að vera þarna, þetta er bara, já, það er einhvern veginn allt við þetta. Ég bara, einmitt, ég skil vel að fólk hafi farið þarna eftir að þú eða þú sért búin að hvetja fólk, af því ég er bara 100% þar, bara allir að fara til Cape Town, please. Já, ég hugsaði einmitt að þú ert nú með frekar stóra samfélagsmiðla og varst mjög duglega að posta, heldur það sé ekki slatt að liða að fara til Afríku Ég vona það í alvörunni, ég vona það svo mikið þetta hafi áhrif á fólk og þetta hreyfi við fólki og það bara allavega með við viðbröðin sem að færa, þá hlýtur það að vera, sko það er bara einhvern veginn, já, ég vona maður hafi kveikt einhvern neista hjá fólki að fara einhvern annað en til Tenerife, sko. Já, hvað er það, sko, því ég einmitt
ágætt að það getur verið að fara til Tenerife. Þá finn ég það eftir ég fór að ferðast mikið fyrir utan Evrópu. Já. Að þá var eitthvað svona, þú veist, ef ég er að fara þangað, þá er ég bara að fara til þess að vera í sól. Sko. Akkurat, ég er sammála. En það er eitthvað sem gerir það kviknar einhvern veginn á heilanum á mér. Já. Ég kem í nýja menningu, allt er öðruvísi. Akkurat, ég er svo sammála og mér finnst, þú veist, og ég er alltaf eitthvað svona að drullegu fólk að fara til Tenerife, en það er samt bara líka, þú veist, gert í pínu gríni, en mér finnst bara, Tenerife er bara fínt, þú veist, að þú ert bara með börn og þú veist, vilt fara í heilalust frí, þar sem hún fær bara sól og þú veist, gengur bara því vísu og þú fær bara sól og eða þú vilt bara liggja og slaka á, bara gott og blessað, allt í lagi, fara til Tenerife, en þú veist, að fara alltaf þangað einhvern veginn og bara, þú veist, veit fólk hvað heimurinn er stór, eða skilur, þetta er svo, og einmitt eins og segir, þú veist, að fara í ferðalag og bara kynnast nýjum menningarheimum og nýrri náttúru og bara fólki á nýjum stöðum, þú veist, fyrir mér er ekki að ferðast að fara til Tenerife, þú veist, það er einhvern veginn ekki eins, það er bara, þú veist, þangað ferðu bara í slökun og jú, bara fínt, en þú veist, ef þið langar að ferðast og ef gaman að þið að ferðast, þá ferðu eitthvað annað, sko, þá ferðu að skoða eitthvað nýtt. Ég er alveg 100% sammála, sko. Eða ekki? Vinni minni voru á Tenerife mitt núna ég var nærriði búin að fara og hitta þið og þá var einmitt pælingi bara, þú veist, þá ætlaði bara að vakna snemma, vera duglegur að vinna, akkurat. Bara duglegur að hreyfa mig og ég er bara að fara í svona ég er ekkert að fara að skoða neitt. Nei, einmitt, maður er bara, bara næs, þú veist, það er alveg næs að vera þar, skilur, en að fara í eitthvað svona upplifunar, þú veist, ferð eitthvað út fyrir, þú veist, þægindarhringin og að upplifa eitthvað svona nýtt, þetta er bara, þú veist, mér finnst í alvörunni sorglegt að hugsa að það sé ekki allir sem að munu eitthvað tímann upplifa þetta, þú veist, af því mér finnst þetta bara eykur lífsgæðin og bara lífssýnina og þetta opnar svo mikið á svo margt, þú veist, þetta bara stækkar sjóndeildarhringinn svo mikið að það er bara svona mitt hjartans mál bara hvetja alla til að upplifa svona allavega einu sinni yfir ævina, sko. Nei, ég er á sammála. Það ekki? Jú, og líka þetta með að stækka sjóndeildarhringinn. Já, akkurat. Við búum inn á þessari eyju og erum frekar fá og þú veist, jú, svo fer fólk náttúrulega til Spánar en það er eitthvað sem gerist þegar þú ferð þegar ég var að byrja fyrir svolítið löngu síðan að ég var að fara til Istanbul og svona fyrstu staða sem voru aðeins öðruvísi þá er bara eitthvað, ég veit ekki, kannski ég hlustaði nú aðeins á þegar ég var undirbúið með því stjörnuspekis podcastinu já. Það var þess að ég bómaði, sko, hvort þetta sé líka ævintýra að það kviknar á heilanum á mér þegar það er svona mikið nýtt, sko. Já, akkurat. Einmitt, eflaust tengist þetta eitthvað inn á það, þú veist, bara hvernig maður er gerður og allt svoleiðis, þú veist, og auðvitað fullt af fólki sem bara raunverulega hefur engan áhuga á þessu. Stengiðunar á nautin fara bara til Tenerife. Já, akkurat, þetta er svo fyndið og okkur finnst það ógeðslega skrítið, mér finnst skrítið að það sé bara nógu fullnægjandi fyrir einhvern að fara bara til Tenni, en svo er bara fullt af fólki sem finnst það bara frábært og horfur á mig og bara guð minn góða hvernig nennir hún þessu. Eða þú veist, þetta er auðvitað erum við misjöfn og sem betur fer. Þannig að einmitt, þetta er kannski eitthvað sem við höfum bara af náttúrunnar hendi í okkur, sko, að vilja gera þessu hluti. Algjörlega. Hvað þú þannig fórstu á 2 af mínum uppáhaldsstöðum sem eru Zanzibar og Cape Town. Einmitt. Sem ég myndir flokka alveg báða á Ég er búin að fara til rúmlega 60 landa og ég myndi að þeir eru báðar á topp 5. Það er rosalegt. Sko. Ég vildi svo mikið að ég hefði vitað að þú væri svona involverar eins og Zanzibar og komið þetta svona oft. Ég hef svo mikið vilja spjalla við þig áður við fórum, sko. Já, ég er orðin svona ágættis túrgætt fyrir fólk, já, sko. Þá er mitt segið, sko, þið byrjuðu þarna í norður. Já. Og ég öll skiptir sem ég held ég að verið 6-7 sinnum á Zanzibar, ég hef bara verið það í 2 daga, sko. Já, það. Já, þú veist, það er sólsetrið, sko, já, það er fallegt, akkurat. en já. Það er ekki alveg málið, sko. Nei, nákvæmlega. Það er, þú veist, já, það er fallegt sólsetur þarna á norður hluta eyjunar, þú veist, en svo þegar maður fer á hinn hlutan á eyjunni, að þar, þú veist, þessi staði sem við endum á, sem heitir Paje, eða Paje, hvernig... Paje, eða ekki, já. Þú veist, það var bara einhver paradís, sko. Það var æðislegt. Þannig að því við komum einmitt, við lendum í Zanzibar og fórum strax þarna yfir til Nungví, sem er á norður hluta eyjunar, og þar var einhvern veginn bara svona, að því maður sér alls staðar bara á samfélagsmiðlum svona Zanzibar, bara þvílíkur draumur og allt svo geggjað og ég var bara einhvern veginn svo tilbúin í það, sko. Svo var það bara einhvern veginn ekki það sem maður tók á móti manni. Hvað var það þá, sko, því... Já. Ég er líka alltaf þannig gerður að það trublar mig ekki, þú veist, það sem er svo áhugaverð til Zanzibar er að þú ert bara með eitthvað rosaflott resort og eitthvað hipstera kaffi og svo bara
bara 15 metrum á bakvið er bara einhver Afríkukofi sem er búin að vera þarna í 200 ár. Já, nákvæmlega. Og sumum finnst þetta óþægilegt. Sumum finnst einhvern veginn, ég vil ekki sjá þessa fátækt. Já, akkurat. Mér finnst þetta einhvern nátt bara heillandi að þú veist, þú sért bara með bæði. Já, ég algjörlega sammála og mér finnst, þú veist, auðvitað erfitt að sjá þessa fátækt og auðvitað langar mann einhvern veginn bara að hjálpa öllum og gera allt fyrir þetta fólk af því að, þú veist, einmitt eins og segir, bara þessir Afríkukofar, þú veist, þetta svo bara, þú veist, þeir eru náttúrulega bara allt og megni að fólki býr bara í þessum Afríkukofum, en svo einhvern veginn þegar maður þarna, þá upplifir maður bara og finnur að, þú veist, ég myndi eitthvað, þú veist, þessu fólki líður bara vel, þú veist, það er einhvern veginn allir bara hamingjusamir þarna og þá einhvern veginn fer þessi svona, maður sé hræddur við þessa fátækt að vil ekki sjá hana, þú veist, maður fer bara að sjá fegurðin í henni. Það er bara máli að það er ástæðan fyrir því að þetta þurfla mikið neitt, sko, það líka bara í gegnum konuna mína, sko, já. Þú veist að þarna þú þarft ekki að vera þarna en bara einn dag til að sjá að þau eru miklu hamingjusamari við, sko. Í alvörinni, það er bara þannig. Og þá er maður svona, ok, þú veist, á ég að fara að kenna í brjóstum eitthvað, eða á ég að fara frekar að hugsa, þú veist, hvar glötu við lífsneistan? Já, nákvæmlega. Ég er svo innilega sammála og þá einhvern veginn svona, einmitt, hætti maður að horfa á þessa fátækt, þú veist, þeim augum, þá er þetta bara einhvern veginn svona já, bara að lappa þarna í gegnum hverfið þar sem eru bara einhvern veginn geitur og lítið börn að leika sér í bakgörðunum og þú veist, það er samt ekki þak á húsinuðinu, sko, en þú veist, það eru allir bara einhvern veginn brosandi og heilsaðir og þú veist, ef ég myndi detta á meiða með þarna eða eitthvað, þú veist, það myndi 10 manns koma og hlaupa mér og hjálpa mér. Þú veist, þetta fólk er 100% tilbúið að veita hjálparhund og þú veist, þau myndi bjóða mér í mat ef ég myndi labba til og segja að vera í svöng eða skilur, þetta er fólk sem á ekkert en er tilbúin að gefa þér allt. Veist, og þetta er svo veist, það er svo mikil fegurð í þessu og þess vegna líka eins og ég segi með Afríku, þú veist, þetta breytir manni, sko, að fara þarna, þú veist, og þegar fólk spyr hvað stóð upp úr og eitthvað svona, þú veist, það er ekki einmitt bláu strendurnar og Zanzibar, það er fólkið, þú veist, fólkið í Afríku, þetta er bara eitthvað svona, og það er svo skrítið að tala um að því að Afríka er heimsálfa, það er svo skrítið að tala um fólkið í Afríku, þú veist, en það er samt þannig, það er alveg sama hvar þú kemur, ég meina við heimsóttum 7 lönd, alveg sama hvar þú kemur, það eru einmitt allstaðar þessir Afríkukofar, þú veist, það er allstaðar fátækt, en það er allstaðar bara stærsta hjarta sem maður hefur fundið í fólkinu, þú veist, það er einhvern veginn bara, já, ég fæ bara svona, ég var bara klökk að tala um þetta, því að þetta er bara, alveg við það, sko. Já, þetta er, og einmitt, fólk sem maður hefur talað við sem hefur farið þarna, það upplifir þetta. Já. Þannig að þetta er einhvern veginn svona, og maður finnur líka svo mikið eins og segir, hvar glötum við lífsneistanum, af því að, einmitt, lífsneisti er svo fallegt orð og það er nákvæmlega það sem allir búa yfir þarna. Það er einhvern veginn þessi neisti, þú veist, þetta er bara, það er alveg merkilegt. Ég man að það var líka svolítið svona, ég opnaði augum mín þegar ég var að því ég er búin að vera, og ætla nú að láta verða að því að þessu ára að fara að kaupa mér hérna landarna. Okay. Og byrja að byggja eitthvað, sko. Já, geðvikt. Þegar ég fór að skoða það fyrst, þá var ég að pæli og sérð, þú veist, að þetta er túristastaður sem er á mikilli uppleið og landið mjög nálagt ströndinni með Paci og Giambiani og sem helstu stöðum er alveg að verða dálítið svona, þú veist, það er ekkert endalaust í boði. Nei, einmitt. Þannig að eitt svona kofi, þú veist, ef ég myndi alltaf að kaupa eitt svona kofa með einhverju smá pínu landskika, það er alveg, þú veist, kannski 5 milljónir íslenskar eða eitthvað, sem er mjög mikill peningur fyrir fólki þarna. Og þá spyrir maður sér býta, akkur er þetta fólk þá ekki löngu búið að selja kofan sinn? Og ég fór að spyrjast fyrir þetta og þá var það bara, þú veist, jú, ég get alveg fengið einhverja 5 milljónir, en allir hérna í þorpinu eru fjölskylda mín. Ég þekki alla hérna. Það er allir saman hérna, ég er ekki að fara að selja þetta til þess að flytja eitthvað annað þar sem og þá er það bara communityð er allt, sko. Akkurat. Og þú veist að meiri segja að fólk er alveg barn og svona, þá er allir alla barnið upp með þig, sko. Og það er held ég það sem að því það er svona nokkri faktóra sem ég er búin að því ég verið að velta svo mikið fyrir mér þegar ég kem á svona aðra nokkri staði sem ég kom á sem ég sér bara hamingjustíði mikla herra og eitt er náttúrulega veðurfarið, frábært. Já, algjörlega. Annað er, þú veist, þú ert alltaf, þú veist, einmitt labbaberfættur, þú ert að fá sólarljós, þú ert kannski hreyfinga, þú ert ekki að fara um á bíl. En síðan er það þetta, þú ert aldrei einn. Nei, akkurat. Fólk heldur hópur og það er allir saman. Sko. Akkurat, einmitt. Þú veist, í stöðum samskiptum og þú veist, einmitt, þau eru ekki með þessa samfélagsmiðla og þessa einangrun sem er komin í, þú veist, samfélaginu sem við lifum í dag. Þú veist, einmitt, þetta er bara, þú ert í stöður í samveru, alltaf, einhvern veginn. Og það er bara, einmitt, ég held að það hafi ótrúlega mikið að segja. En hvernig voru löndin, sko, nú er ég forröndin að heyra hvernig löndin voru sem ég hef ekki komið til, að því þú ert búin að koma þá til, sko, ég hef búin að vera í Marokko, Túnis, Eþíópíu, Keníu, Tansaníu, ég er bara búin að koma til 6 landi í Afríku, þannig að þú ert búin að topa mig. Já, ég kom með 8 núna, því ég hafði komið til Uganda áður, sko. Já, ég hafði komið til Rúanda, já. Já, Uganda, já, var þar í sjálfboðastarfi 2018, þannig að, og þar, einmitt, kviknaði svona þessi neisti.
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.